Þú ert að hlusta á Esra-bók úr Biblíunni heilagri ritningu. Lesari er Eggert Kaaber. Esra-bók er hluti af Gamla testamentinu. Biblíuþýðingin sem lesin kom fyrst út á prenti árið 2007. Esra-bók, 1. kafli. Á fyrsta stjórnarári Kýrusar Persakonungs blés drottin honum því í brjóst að láta boð út ganga allt ríki sitt. Það var til þess að rættist orð drottins fyrir munn Jeremía. Svo hljóðandi fyrirmæli voru gefin bæði munnlega og í konungsbrefi. Svo segir Kýrus Persakonungur: Drottin Guð himinsins hefur gefið mér öll konungsríki jarðar. Hann hefur sjálfur falið mér að reisa sér hús í Jerúsalem í Júda. Sér hver ykkar sem hér af öllum líð hans skal halda upp til Jerúsalem í Júda og vinna að byggingu hús drottins Guðs Ísraels. Guð hans sé með honum. Hann sá Guð sem í Jerúsalem. Og hvarvetna þar sem einhver enn aðkomumaður, eiga heimamenn að sjá honum fyrir silfri, gulli, lausafé og kvikfénaði og auk þess sjálfviljagjöfum til hús Guðs í Jerúsalem. Þá lögðu ættarhöfðingjar frá Júda og Benjamín af stað ásamt prestónum og levítunum. Allir sem Guð hafði blásið því í brjóst að reisa hús drottins í Jerúsalem héldu upp eftir. Allir nágranna þeirra studdu þá með silfurgripum, gulli og öðru lausafé, búfénaði og dýrgripum, auk alls þess sem gefið var af frjálsum vilja. Auk þess lét Kýrus konungur af hendi áhöld úr húsi drottins sem Nebúkadnesar hafði flutt frá Jerúsalem og komið fyrir í húsi guða sinna. Kýrus Persakonungur fékk þau Mítritat féhirði í hendur sem taldi þau frammi fyrir Sesbasar, höfðingja Júda. Þessi var tala þeirra: 30 fórnarskálar úr gulli, 1000 silfurskálar, 29 reykelsisker, 30 gullbikarar, 410 silfurbikarar og 1000 önnur áhöld. Alls voru þetta 5400 gull og silfuráhöld. Sesbasar tók þau öll með sér þegar farið var með útlagana frá Babylon til Jerúsalem. Sample complete. Ready to continue?